Nú, hér ég með mun kröftugri brú frá því í fyrra. Þetta var pakkabú sem var nú eiginlega mjög lélegt þegar það kom. En það var góð drottning í því, vissi ég. Þannig að ég þurfti eiginlega að vera með það gjörgæslu í allt fyrra sumar og bætti í það ungviðarömmum. Og það var orðið mjög sterkt og gaf einhverja 10 ramma af hunangi. En ég gerði öðruvísi við þetta bú með einangrun. Hérna undir þakplötunni er ég með trétexplötur. Ég gerði þó þá vitlausu að ég setti ekki þessa lista undir þaki til þess að lofta, en þetta var svona frekar rakt. Þannig ég bætti úr því hérna snemma í haust þegar ég gaf því frjódegi byrjun apríl. Og þetta eru tvöfaldar plötur. Það eru alveg þurra núna. En hérna gerði ég rauf í plötuna til þess að lofta betur út og svo strigapoki undir. Þannig að við skulum sjá hvernig þetta bú lítur út og ég sé að það er miklu mun líflegra heldur en hitt var náttúrulega, en það ekki leiðum að líkjast. Og hérna er þær komnar langt með frjódegið. Reiki bara örlítið á þær. Og það sem ég ætla eiginlega að gera núna er að ég þarf að minnka hjá þeim plássið. Ég þarf að minnka hjá þeim plássið hérna til þess að og gefa þeim meira frjódeg eins og sjá má, til þess að auðvelda þeim að halda að hýta. Og ég kíki hérna ofan í aðeins á milli, en ég reikna með að geta tekið það minnsta einn kassa hérna frá þeim. Og þá bara byrja ég á því að, eins og maður gerir alltaf, hér er nú slatta fóðri í. Legg þetta bara hérna fram fyrir búið, þannig að það geti skriðið upp á við. Og svo fletti ég bara hérna hægt og rólega í gegnum þetta. Hér er mun meira líf neðan til. Nú hvað meira þessa greið. Og hérna er komið ungviði, þannig að ég get nú ekki tekið alveg þennan kassa í burtu. Hérna sjáum við smá ungviði hér á þessu ramma hérna. Allt og kalt í raunum til þess að fara í þessu bú. Ég tel ungviðarammana til að sjá hvort það sé nokkuð hérna megin. Og berði þetta svona upp í ljósið. Nei, það er ekki ungviði hér. En ég ætla samt sem áður að reyna að minnka þetta einn kassa. Tveir rammar á ungviði hérna, þannig ég þarf í raun og veru ekkert að kíkja eftir drottningunni. Ég veit að hún er hérna. Hér er slatti af fóðurrömmum sem ég get að nota fyrir einhver veikari bú. Og helst myndi ég þá vilja taka, skal ég segja ykkur, hérna ungviðaramma héðan til þess að gefa þeim litla búinu sem ég var að kíkja á áðan. Þá er best að ég noti þetta hérna bara þetta pláss hér. Seti kassan hérna upp á og náttúrulega gleymdi ég hnífnum mínum, kæruleysi. Nota hann aðeins til þess að brjóta hérna upp kassan. Setja hérna yfir bara. Gott jafnvægi hér. Þá er best að setja þakið hérna yfir svo að þær holum nú ekki meira greiðir. Að fljúga þess á mig, hundpirraðar, þannig ég reiki aðeins meira hér.
Hérna sjáum við mun meira líf í þessu búi heldur en var í hinu. Ég ætla nú eiginlega bara að fara í neðsta kassan til þess að sjá hvernig umhorfs er þar. Einfaldlega til þess að geta þá hugsanlega jafnvel tekið bara neðsta kassan ef hann er tiltölulega tómur. Ég er sýnilega að bæta vinnuaðstöðuna mína hérna. Og hér sé ég svolítið mygl. Og hér er lítið af flugum. Þannig að þennan kassa tek ég nú bara. Og ekki mikið fóður. Hérna sjáum við svona típiska ljóta ramma. Þetta þarf ég að hreinsa. Þær hafa sett mjög lítið fóður í þennan kassa. Og bara vera viss um það að ég sé ekki að taka drottninguna. Þær hafa bara lítið sem ekkert notað þennan kassa í vetur. Eða það er að segja að draga fóður í hann. Bara vera með það alveg á hreinu að drottningin fari ekki upp í eða hafi ekki farið niður í þennan kassa þegar ég opnaði núna. Þá er ég í ljótumálum og ég ætla að gera sama við þetta bú. Ég ætla að skipta botn hjá þeim þannig að fá hreinan og fínan botn og nota þá bara þak. Það einangrar mun betur því að það er það kalt hérna úti núna á þessum dögum að þeim veitir ekkert af allri einangrun sem hægt er að gefa þeim. Þennan kassa bara tekið og setjum til hliðar, framfyrir réttara sagt, þannig að þær eiga auðvelt með að fljúga heim. Hér sé ég minn seinna svæði samt sem áður og ég tek þetta upp hérna. Og þá er þetta nokkuð eðlilegu dauði flugna hér eins og sjáum á. Þetta er náttúrulega allt og mikið en það er talað um að svona 20–30% af búinu drepist á veturnar. Þannig að ég ætla bara að fjarlægja þennan aðeins að drepa sem fæstar og setja nýjan botn hérna. Við það að vera komið nýtt útlit á flugopinu sínu en það verða bara að taka því eins og það eru að dömur. Ég ætla að skoða aðeins betur í neðsta kassan og ætla ég að reykja hans á þar því að þær eru ekkert mjög sáttar við þetta. Og það er kuldinn sem gerir það að verkum að það verða svona pirraðar. Passa að hafa svona tiltölulega jafnan á. Svo segi þetta búið með nóg fóður. Þetta er ykkur 15 kíló hérna bara í þessum kassa. En ég ætla að kíkja aðeins hérna og alltaf að taka upp aftasta eða ysta ramman. Fjærst því þar sem að maður er með flesta býflugunum. Setjum við hann til hliðar hérna. Og ef það byrja því að fljúga andlit á mér, sem maður eru byrjaðir á, að þá set ég nú upp hérna slæðuna
Það svo helvíti vant að fá stungu í andlitið nefnilega. Flæktur hérna í greinum og öðru skemmtileg hitum. Nei, ekkert að loka þessu. Jó. Það ekki nema 10 stiga hiti hérna úti núna. Það svona í það kaldasta. Ég hef bara ekkert haft tækifæri til þess að kíkja til þeirra fyrr en í dag. Roka þessu vel, það óþægt að fá þar undir og þið sjáu hvernig það safnast hérna upp á, fljúga hérna þessi hnífur minn. Því að, svo ég segi, ég hefði helst vilja fá einn lítinn ramma með ungviði hérna til þess að geta sett til litla búsins. Hér ekkert. Hérna séu þeir eru tilbúnar fyrir varp því að þær eru búin að hreinsa hérna vel um miðjunni á rammanum. Sama hér. En það er ekkert frjókot hérna í þessu sem að þær þurfa svo mjög. Hérna er rammið með ungviði sem gæti vel hentað. Það er kannski aðeins svo mikið á honum. Þær eru farnar að skríða út, ég sé það, þannig að það er meira en 21 dagur síðan drottningin fór að verpa. Ég hefði viljað hafa, hérna er drottningin, stór og stæðileg, illa merkt frá honum, kalli. Hérna var mikið á ungviði. Hérna erum við komið með 2 ramma af ungviði í þessum kassa hérna. Þetta er nú ekki mikið til skiptana. Ég reikna alveg fastlega með því að núna þegar það er þá aukna einangrun að þá mun drottningin verpa mun betur og ég bæti við frjókorni að sjá þennan ramma aftur þarna sem að var fyrstur. Nei, þetta var seinni ramminn. Já, hinar verða náttúrulega að hafa möguleika á því að halda hita á honum. Það er á mikið ungviði á þessum ramma til þess að ég þori að setja hann í hitt búið því að, sem ég segi, þær eru á fámenna til þess að geta haldið hita á svona miklu ungviði. Íti þessu vallega saman svo ég klesti það ekki hérna. Og svo tek ég rammann. Þetta er góður fóðurrammi. Næsta fullur. Vantar svona kannski 20% upp á cirka. Íti þessu vel saman. Reiki aðeins á það hérna til þess að koma þeim niður. Og reiki síðan aðeins undir hérna til þess að það lendi ekki fjölda árás. Þannig. Setja hann hérna yfir tilbaka. Og kem þessum til sína heima. Og ef það fari ekki að húsum að frjálsu, þá verður þeim bara ýtt. Þannig. Smá mygla hérna í horninu. Þetta nú ekki mikið.
alveg ásættanlegt. En ég ætla að sjá hvernig, nú sneri ég honum ábyggilega, nei, þetta er nú rétt hjá mér. Heldur mikið á unguði hér. Nú, það er ekki mikið skarra hérna. En þetta er þó það miklu minna magna unguði. Ég ætla að taka þennan ramma og setja hann í hitt búið. Og svo geng ég frá þessu sama hátt. Og það er að segja að ég ætla að setja, opna þetta betur fyrir þær hérna svo að komist betur að þessu. Og ég ætla að setja alveg heilan poka af frjókornum til þeirra. Setja þetta svona hérna bara. Var búinn að skera í hann áður. Svona. Það er eftir að nokkuð að setja á svo, ætla ég að ná mér nýjan poka. Og þá tek ég bara sem sagt og þetta er eina aðferð, ég sker bara í þetta svona, þennan góðan kross. Þetta er ramminn, þetta hérna er ramminn sem ég ætla líklega að taka. Þannig ég ætla bara að leggja þetta hérna niður og fá þess að fjalla þessi stelpurnar. Og á þennan hátt gefið þeim tækifæri til þess að forða sér. Það er að finna smá þrýsting. Til dæmis eins og þetta bú þarf ég ekkert að fóðra með sykurlegi. Einfaldlega út af því að þær eru með alveg nóg fóður. Sett plöturnar yfir hans til þess að hjálpa þeim að halda hita og fer í hitt búið, fjalla í þar eitt ramma og set þennan næst yst við gaflinn. Busta af náttúrulega býflugurnar. Þannig að þær fara ekki með í hitt búið.